Næring, streita, skaðleg efni í umhverfinu og hreyfing eru mikilvægir þættir sem geta örvað testosterónmyndun. Of mikið neysla á kolvetnisríkum mat, sykri, unnum kjötvurum, mikil kaffidrykkja, áfengi, streita, svefnvandamál, skaðleg efni í umhverfinu, nú reykingar og lyf eru þættir sem geta stuðlað minnkun testosteróns í líkamanum. Næring hefur mikil áhrif á okkur hvernig okkur líður, bæði líkamlega og andlega. Og á þessu tímabili þurfa karlar sérstaklega að huga vel að næringunni til að viðhalda góðu jafnvægi hormónunum og blóðsykrunum. Nú streita er góð í hófi en stöðugt og langvarandi stress hefur mikil áhrif á líkama og andlega heilsu. Við langvarandi streitu framleiðir líkaminn streituhormónu kortisol sem getur haft neikvæð áhrif á magn testosteróns og trufla framleiðslu sæðisfruma, valdir eitruflunum eða getuleysi. Nú svefnin hefur áhrif á hormónin og öfugt, það hormónin hafa áhrif á svefnin. Eftir svefnlausa nótt verður kortisol of hátt sem hefur áhrif á magn testosteróns en næring yfir daginn hefur einnig áhrif á svefnin og því mikilvægt að huga að of mikil kaffidrykkja, áfengi og sykur koma niður á svefninu. Líkaminn þarf nefnilega á góðan svefn að halda til að geta endurstilt sig og hlaðið sig af nægilegri orku fyrir komandi dag. Nú skaðleg efni og xenoestrogen. Xenoestrogen eru efni í umhverfinu sem geta verið skaðleg heilsunni og trufla starfsemi hormóna eins og testosteróns og estrogen með því að líka eftir þeim. Þess efni geta verið í loftinu sem við öndum að okkur, eins og reykingar, nú geta verið ilmefni, hreinsefni og fleira. Nú plastumbúðir utan mat og drykki geta gefið frá sér skaðleg efni, nú skordýreitur á ávöxtum og grammeti og svo mörg húðkrem geta verið hormónatruflandi. Hreyfing er nauðsynleg fyrir hormónajafnvægi þar sem hún hjálpar ekki aðeins við að koma næringarefnum og rétta staði í líkamanum, heldur dregur hreyfing úr streitu og kemur jafnvægi á blóðsykurinn. Nú öll hreyfing er af hinu góða, göngutúr, hlaup, lyftingar, jóga, hvaðina. Því heilbrigður lífstíll dregur mörgum sjúkdómum og leiðir til betri heilsu.